Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 8. desember er annar sunnudagur í aðventu. Þema dagsins er Frelsarinn kemur, Guðs ríki er nærri. Í lektíunni er spádómur Jesaja fæðingu Jesú. Af stofni Ísai mun kvistur framspretta, andi drottins mun hvíla yfir honum. Í pistlinu skrifa Páll: allt það sem áður er ritað okkur til fræðslu, til þess að við héldum von okkar vegna þess þolgæðis og uppörfunar sem ritningarnar gefa. Og í Guðspjallinu sem ég mun aðallega tala út frá, segir Jesús frá endurkomu sinni. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Af stofni Ísai mun kvistur fram vaxa, skrifaði Jesaja spámaður. Ísai var faðir Davíðs konungs og Jesús var sagður af ætt Davíðs, svo að þessi kvistur er Jesús. Sproti mun vaxa frá rótum hans. Það er hin kristna kirkja sem fær alla sína næringu frá rót vínviðarins. Andi drottins, andi speki, skilnings, visku, máttar, þekkingar og guðsótta mun hvíla yfir honum. Spádómurinn er dásamlegu vitnisburður að Jesús kom ekki til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Því Jesaja skrifar: hann mun ekki dæma eftir því sem augu hans sjá og ekki skera úr málum eftir því sem eyru hans heyra. Heldur mun hann dæma og skera úr málum hinna fátæku af réttvísi. Jesús notaði þessa tákmynd fátækt þá sem að eiga ekki trúna á Guð. Samanber orð hans, hann kom til að boða fátækum gleðilegan boðskap. Og hann biður réttlæti og trúfesti. Líkt og síðasta sunnudag hefur þessi spádómur tvöfalda merkingu. Honum hefur verið tekið sem spádómi fæðingu Jesú, en fjallar í raun endurkomu hans í lok tímanna. Ef þið lesið þennan 11. kafla þá lýsir Jesaja ríki og náttúru sem við höfum ekki á jörðunni. Hann skrifar: þá mun úlfurinn búa hjá lambinu, pardustýrið liggja hjá kýðlingunum, kálfur, ljón og alifé munu ganga saman, kýr og birna verða saman á beit, ungviðið þeirra hvílir hvort hjá öðru og ljónið mun bíta gras eins og nautið. Enginn mun gera illt, enginn valda skaða á mínum heilaga fjalli, því að allt landið verður fullt af þekkingu á drottni. En heyrum heilagt Guðspjall þar sem Jesús lýsir sjálfur endurkomu sinni. Guðspjallið er úr Lúkasi 21. kafla. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu. Angist þjóða, ráðalausra við drunur hafs og brimgný. Menn munu falla í öngvit af ótta og kvíða fyrir því sem að mun koma yfir heimsbyggðina, því kraftar himnanna munu riðlast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr ykkur og berið höfuðið hátt, því að lausn ykkar er í nánd. Jesús sagði þeim og líkingu: gætið að fíkjutrénu og öðrum trjám. Þegar þið sjáið þau farin að bruma, þá vitið þið af sjálfum ykkur að sumarið er í nánd. Eins munið þið vita þegar þið sjáið þetta verða, að Guðs ríki er í nánd. Sannarlega segi ég ykkur, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok
uns allt þetta komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er frelsarinn kemur, Guðs ríki nærri. Páll skrifaði í pistlinum að allt sem var ritað í hinn gömlu rit var ritað okkur til fræðslu, svo að við héldum voninni lifandi, voninni ríki Guðs. Jesús kom til að endurnýja þessa von og við minnumst fæðingar hans á hverjum jólum, minnumst fórnardauða hans á krossinum og upprisu á páskum, en lítið fer fyrir boðskapnum að hann komi aftur. Hann sagði tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu. Kraftar himnanna munu riðlast. Guð mun sýna okkur að það sem að við höfum talið óhagganlegt á himnum mun riðlast og sonur Guðs mun koma í mætti og mikilli dýrð. Ef við skoðum sköpunarsöguna þá skapaði Guð sól, tungl og stjörnur á fyrstu dögunum. Svo lét hann þurrlendið koma í ljós þar sem við köllum jörð. Hér lýsir Jesús umbreytingu á sköpunarverkinu, umbreytingu sem á ekki að fara fram hjá neinum, en við eigum ekki að óttast. Og hversu sönn þau orð að ef við þekkjum spádómana, þekkjum táknin fyrir þá atburði sem eiga eftir að gerast, þá höfum við ekkert að óttast. Þá vitum við að Guðs ríki í nánd. En þeir sem þekki ekki spádómana munu fyllast angist og ráðaleysi. Nemið líkingu af fíkjutrénu, sagði Jesús. Í þessum þurru löndum bar fíkjutréð ekki aðeins ávöxt. Það veitti skugga og markaði árstíðaskipti. Þau voru og eru enn algeng í Ísrael og menn töldu fíkjur vera mikilvæga næringu, bæði ferskar og þurrkaðar. Og hversu mikil blessun hefur það verið að trén gefa af sér ávexti tvisvar á ári. Fyrst í kringum páska og síðan í september. Fíkjutré koma fyrir í ritningaversum út alla biblíuna. Sumir telja að skilningstré góðs og íls hafi verið fíkjutré. En fíkjutréð líka oft notað sem táknmynd. Í Gamla testamentinu fíkjutré tákn friðar hjá spámanninum Míka. Það tákn velmegunar hjá Jóel og tákn trúfesti fólksins við sáttmálan við Guð hjá spámönnunum Haggai og Sakaría. Þá segir í annarri konungabók að Jesaja spámaður hafi læknað Hiskía konung af sárum sínum með fíkjudegi. Og margir telja að fyrst og fremst hafi fíkjutréð táknað frjósemi og velmegun. Jeremías spámaður notaði 2 körfur með fíkjum til að sýna muninn á frelsun og fordæmingu, mun á góðum og illum. Hinir góðu voru frelsaðir af Guði, en hinir illu fordæmdir. Fíkjutré koma líka við sögu í Nýja testamentinu. Jesús formælti fíkjutré sem var til þess að það visnaði. Sá gjörningur í raun dæmisaga, byggð á táknum, þar sem fíkjutréð táknar Jerúsalemborg, en borgin eins og tréð gaf ekki af sér ávöxt til Guðs ríkis. Hún hafði brugðist væntingum Guðs að snúast frá synd, en það var einmitt tilgangurinn með komu Jesú. Fíkjan sjálf táknar ávöxt andans, ávöxt sem veitir sálinni öryggi og velmegun, og í fyrstu konungabók einmitt velmegun Ísraelsmanna á tímum Salómons konungs sögð
með tákni fíkjutrésins. Og í Biblíunni finnst oft orðalagið að sitja undir fíkjutrénu. En þar sat einmitt Natanael sem Jesús sagði að væri sannur Ísraelíti þegar hann sá hann fyrst. Ævi okkar má líkja við árstíð fíkjutrésins. Við vöxum upp og þroskumst og eigum að bera ávöxt áður en við vistnum í lok lífsins. Í Lúkasi segir Jesús dæmisögu mann sem gróðursetti fíkjutré í víngarði sínum. Hann leitaði ávaxta í 3 ár en fann engan og tréð fékk þann dóm að það skyldi höggvið niður. Fræðimenn telja að Jesús hafi starfað í 3 ár og ef við sjáum fíkjutréð sem þjóð hans, þá bar þjóðin ekki ávöxt. En sakir miskunnar Guðs, þá var tréð ekki hoggið niður. Víngarðurinn hins vegar, þar sem fíkjutrénu var plantað, táknar heiðingjana sem báru ávöxt til Guðs ríkis. Guð vonast eftir veglegri uppskeru, að ávöxtur trúarinnar berist til hans, að við tökum við boðskapnum og heiðrum hann sem okkar Guð, mikinn og máttugan Guð, Guð sem skapaði himinn og jörð, Guð sem mun láta krafta himnanna riðlast þegar hann kemur aftur. Jesús sagði áheyrendum sínum að nema líkingu af fíkjutrénu. Kannski var hann aðeins að tala í árstímabundnum skilningi. Í merkingunni fylgist með því sem að gerast í heiminum. Takið eftir táknunum sem ég er búin að segja ykkur frá. Það verða tákn á himnum, tákn sem að engin maður getur gert. Þá vitum við, eins og við þekkjum árstíðabreytingar í náttúrunni, að Drottinn er að koma. En við þurfum ekki að óttast neitt. Guð mun vernda okkur frá öllu illu. Líkingin getur líka bent okkur á að hvíla áhyggjulaus í skugga trésins og njóta ávaxtanna orðs Guðs, þangað til táknin koma fram. Já, þema dagsins er frelsarinn kemur, Guðs ríki er nærri. Þegar Jesús kenndi mönnum, talaði hann yfirleitt í dæmisögum, en í Guðspjalli dagsins talar hann hreint út. Það er ekki víst að við munum lifa þessa tíma sem Jesús lýsti, þegar kraftar himnanna riðlast. En þegar hann kemur, þá er náðar árið Drottins lokið. Þá þurfum við að vera að fíkja á fíkjutré Guðs eða vínber á vínviðnum. Við þurfum að vera í ávaxta körfunni meðal hinna frelsuðu Drottins. Munum orð Páls að ritningarnar voru skrifaðar okkur til fræðslu og uppörfunar og með auknum skilningi á þessum textum þá aukum við okkar eigið hugrekki og þolgæði til að ganga mjóa veginn til lífsins. Trúin sameinar okkur og gerir okkur auðug fyrir Guði, gefur þrótt, fyllir okkur fögnuði og friði, því að með þekkingu á orði og vilja Guðs fyllumst við öryggi. Við öðlumst þá fullvissu að við séum börn hins heilaga Guðs og að við munum vera í ríki hans þegar tréð okkar hefur vistnað. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.